Eða Björgvin, sárt tap í fyrsta leik hjá þínum mönnum. Hvað var að gerast í leiknum, svona þínum orðum? Ég veit það ekki, bara svona heilt yfir, þú veist, bæði lið voru náttúrulega að spila mjög vel þótt þeim vantaði Kana en þeir eru bara með hörku lið. Þeir spila bara mjög vel þótt þeir séu ekki með Kana. Hvað nú hangi í þeim svona bróðurpartinn á leiknum og hættið ekkert að berjast. Hvað heldur að sé svona það sem skilur þessi liða akkurat núna? Ég veit það ekki, við erum búin að vera bara alltaf að byggja upp með hverjum æfingarleik núna og þú ert að byrja núna en ég veit ekki nákvæmlega hvað skildi liðin af en langt tímabil og það er bara fyrsti leikur og við rífum þetta bara upp í næsta leik. Nú missiði Ragnar og Matthías út núna í sumar, ef það er rétt yfir. Hvernig er liðið að díla við það að missa tvo svona unga sprækina? Já, við missum alltaf tvo mjög góða leikmenn að ef ekki fleiri og koma bara nýjir í staðinn og við erum bara ennþá að móta liðið og þetta er bara, ég vil segja, bara stígandi leiknum og bara bæta vörnina og sóknina og svo bara verður þetta að smella. Ætlið að blása allar hrakfæraspár þennan veturinn? Já, það er klárt mál. Ír hefur alltaf fengið svona spáruna allavega síðan ég kom hérna fyrir 3 árum en ég ætla að vona að við blásum á allar spárna núna og rífum okkur upp í úrslitakeppnina. FSU úti, Iðu, næsti leikur. Ertu með eitthvað innsæði fyrir mig í hann, hvernig ég er alltaf að mæta stendir? Við ætlum bara að mæta ennþá stendir fyrir þennan leik og bara, já, við ætlum að ná í fyrsta sigurinn okkur þar.